verkefni 3 heldur áfram með verkefni 2 og það sem við gerum í því er í raun að fjarlægja allan framendan sem við erum búin að smíða og setja upp, breyta auðkenningunni okkar í það að nota JVT og setja upp innskráningu og nýskráningu og skrifa einhver svona integration test fyrir vefþjónustu og svo líka bara æfa okkur í því að prófa og debugga og smíða vefþjónustu. Og það er heldur áfram hérna þetta með notandann, nema það bætist við hérna name á hann. Við erum með vefþjónusturnar og við erum með vefþjónustur fyrir notandaumsjónina þar sem við getum sótt hérna ákveða upplýsingar notandann, við getum registrað notandann, hann getur loggað sig inn, hann getur séð upplýsingar sig ef að notandinn er innskráður. Síðan erum við með viðburði, þá erum við með sama við vorum með í verkefni 2, við getum postað til þess að búa til viðburð. Þá er það í raun bara ef það er innskráður notandi og við getum skilað síðum af viðburðum. Við getum sótt stakan viðburð, ef við sækjum hann þá bara fáum við upplýsingar þann viðburð eða 404 ef hann er ekki til. Við getum uppfært að minnstu kosti 1 gildi á viðburðinum. Við getum 1 viðburðinum þá aðeins ef að notandinn bjó til viðburðin eða er stjórnandi. Og síðan erum við með skráningar þar sem við erum með skrá notendur á viðburði, þar sem við erum að posta á og búa til tengingu milli notandans og viðburðarins. Þannig að hérna er skilgreiningin á grunninum sem við vorum með í fyrra og hér er þetta þess sem við þarf að bæta við. Það er að bæta við þessu notandatöflu. Það er að bæta við notandatöflu þess að við bættum við þarna og tengingu viðburða við notanda og virkni til þess að eyða viðburðunum með tilliti til þess að notandi gæti í raun verið getur skráðið notendur á annan viðburð. Þá þarf að segja þá þarf að byrja því að eyða öllum skráningunum af viðburðin áður en við eyðum viðburðinu sjálfu. Og svo fyrir þetta þá ætlum við að skrifa minnstu kosti eina skráningu í gagnagrunnin. Ég reyndar aftur að uppfæra þetta hérna. Þetta er bara frá því copy-paste úr fyrraverkefni. En þarna átti að skrifa 1 test fyrir hverja vefþjónustu sem er hérna fyrir ofan. Þannig að eina fyrir að sækja, eina fyrir að posta, eina fyrir að sækja, patsa og deleta og svo eina fyrir að skrá notanda af viðburð og afskrá notanda af viðburði. Þannig að þetta er verkefni 3 segi ég og síðan er ég búinn að bæta við í hópverkefnis lýsingu á öllum vefþjónustunum og hvað þær eiga að gera. Þannig að við erum með hérna fyrir menjú, þá er þetta sækja menjúin, búa til nýja vöru og þá er þetta skoða menjúin eftir flokkum, þá er þetta að leita, það var eitt dæmi sem við tókum ekki á annan, það er þetta að leita í Postgres og svo framvegis fyrir þetta, fyrir körfuna, fyrir pantanirnar og svo fyrir notendunar. Þannig að þetta er verkefni 3 og full lýsing á hópverkefni 1.